Já, þá komið að heimsókninu og þá slæ ég á þráðinn til Bangkok þar sem Hilmar Þór Hilmarsson prófessor stattur í rannsóknarleyfi. Blessaður Hilmar. Það eiginlega alveg augljóst hvað við ættum að tala í dag. Það ný þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna sem var birt mjög seint á fimmtudaginn í Bandaríkjunum. Það var eiginlega komið morgun í Evrópu og svo hægt og bítandi þá hefur þetta svona komið til umfjöllunar í flestu miðlum í Evrópu og ekki alls þar verið vel tekið. Hvaða lærdóm dregur þú af þessari stefnu? Já, sko, ég að lesa það að mennum hafi komið þetta óvart og svona einhverju í sjokki og eitthvað og svona lýsa yfir undurinn á sem mér finnst þetta bara að ég átti vona á. Ég meina, Bandaríkin eru stórveldi sem að þarf að fara að forgangsraða. Þegar NATO var sett á fót og þessi tvíhliða varnarsamninga Bandaríkjanna við ýmis lönd í heiminum, að þá voru Bandaríkin Bretton Woods-fundinum 44 voru Bandaríkin kannski helmingurinn í heimshagkerfinu og kannski 45% þegar NATO var stofnað eitthvað svoleiðis. Sko miklu stærra. Núna þetta orðið sko, ef þú tekur jafnvirðisgengi 15%, ef þú tekur current prices eða nominal prices eða núverandi verðlag, þá þetta kannski 25% eitthvað svoleiðis. Og þegar að hlutin hafa breyst svona mikið hjá stórveldi eins og Bandaríkjunum og það komið annað stórveldi við hliðina Bandaríkjunum sem heitir Kína sem með mikinn hagvöxt, það reyndar aðeins að hægja á hann, hann samt mjög miklu meira í Bandaríkjunum, að þá þarf stórveldi að fara að forgangsraða og það verður alltaf mjög óvissant og við höfum talað með fyrir þáttum að þá staðan svo að Evrópa ekki lengur á forgangslista og Bandaríkin hafa verulegar áhyggjur af Evrópu og það hagsmunaárekstur á milli Evrópu og Bandaríkin. Og svo það líka að margir leiðtogar Evrópu, eins og Eystrasaltsríkjunum og Póllandi, hafa einhvern veginn trúað því að Bandaríkin vilja setja þau í forgang, sem algjör misskilningur, held ég. Þannig að þetta sko, það sem hefur gerst. Og svo líka út á Úkraínustríðinu, það spenna á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkin þurfa að fara að einbeita sér að öðrum heimslutum, aðallega Austur-Asíu en líka Miðausturlöndum og þurfa að komast í það og beita sér þar. Komast skíða vegna stríðsins í Úkraínu sem að Bandaríkin alltaf að reyna að gera einhvers konar málamiðlanir sem hafnað jafnóðum og það veldur pirringi á milli Evrópu og Bandaríkjanna. Og svo náttúrulega Úkraína segir nei við öllu. Svo annað sem hefur gerst sem var að hafa í huga að sem ólíkt því sem var. Þegar að Sovétríkin voru til og kalda stríðið var, þá var Sovétríkin lokað hagkerfi og Evrópa fékk frá Bandaríkjunum öryggisreglur, security umbrella, en þurfti ekki að fórna henni viðskiptum vegna þess að Sovétríkin voru að mestu leyti lokað hagkerfi. Það voru Sovétríkin í einhverju viðskiptum við okkur til dæmis, af því að Bretar setja okkur löndunarbann og þá byrjuðu Sovétríkin að versla við okkur til að redda okkur út úr því máli. Við varum satt okkur löndunarbann vegna þorskastríðsins eða út af landvíkina með 1 mílu sín tíma. En það sé að segja það að núna það að staðan svo í dag að stórveldi sem Bandaríkin að keppa við galopið hagkerfi sem Evrópa þarf að vera í viðskiptum við. Og Bandaríkin vilja takmarka þessi viðskipti til þess að ekki selja hátæknivörur til Kína og svo framvegis. Það það sem hefur gerst. Saman með ef þú tekur Rússland, Þjóðverjar höfðu að miklu leyti skipulagt sinn iðnað, Þýskaland innríki, í kringum ódýra orku frá Rússlandi, ódýrt gas og ódýra orku úr Rússlandi. Og samkeppnismæðin í Þýskaland sem byggðist á því, að miklu leyti. Núna það horfið. Og svo eru hagsmunaárekstrar á milli Bandaríkjanna og Evrópu sem voru ekki á Sovéttímanum. Því núna Evrópa, og Evrópa þurfti líka, og voru mörg Evrópríki sem hefðu áhuga því að fá fjárfestingu frá Kína, sem hefði aldrei verið hægt frá Sovétríkjunum, því Sovétríkjunum voru lokað hagkerfi, voru ekki að fjárfesta að neinu ráði heldur. En Kína vill fjárfesta. Þannig að hagsmunir Bandaríkjanna og Evrópu eru ólíkir og viðhorf til Úkraínsins sem gjör ólík og það þýðir það að það verða stöður árekstrar á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Þetta veldur spennu.
og það kemur svo líka niður á varnarmálum. Þannig að það er þetta sem og það er líka annað sem ég finnast að Evrópuríkin ekki átt að sjá, að Bandaríkin hugsa fyrst og fremst á eigin þjóðaröryggi og sína eigin hagsmuni og það kemur margsinnis fram í skýrslunni að þau ætla að forgangsraða út frá sínum hagsmunum og út frá því hvað er þeirra hagsmuni, hvað er þeirra þjóðaröryggi, beita sér á færri stöðum, get ekki verið út allt. Þetta er bara eitthvað sem ég hefði átt vona á að stórveldi myndi gera í þessari stöðu, en svo er einhverjur ægilega hissa. Ég veit ekki yfir hverju, kannski getur sagt þér hvað er þetta sem að ég hef lesið skýrsluna á svona frekar hraðlasana, en ég meina það sló mig ekki sem þetta verið eitthvað óvinnilegt og þeir tala bara það að þeir séu að taka upp raunsæja stefnu í sínum málum og líka þeir hafa bara getið efni á því að vera út allt. Þeir þurfa að forgangsraða hvað er mikilvægast og einbeita sér að því og það er það sem þeir eru að gera. Það er það sem að mér finnst alveg eðlilegt og Evrópa eins og við höfum rætt áður er ekkert númer 1 lengur. Hún er ekkert númer 1 lengur og það er algjör misskilningur þess að hef ég að segja það að Eystrasaltssamtökin, Pólland, öll þessi lönd í meginlandi Evrópu þurfa að fara mjög varlega í samskipti við Bandaríkin vegna þess að heimurinn hefur breyst. Ef þú sért með svo Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hann brást ókvæði þegar sá svo skýrslu og fleiri aðilar í þessum löndum sem eru svona frontline states á fremstu víglinu, bæði gagnvart Úkraínu og Rússlandi, bregðast ókvæði við, en ég skil ekki alveg á hverju það er. Ég skil það ekki, þetta blasir algjörlega við að mínu dómi og þeir sem hafa verið að hlusta okkur tala saman undanfarin ár, ég held að sé að verða nokkur ár sem við tala saman, þeir hljóta að sjá þetta. Hljóta að sjá að þetta var eitthvað sem við gáttum búist við. Já, ég held nú að það verið bara síðast þegar við vorum hérna, þá vorum við einmitt að leika okkur að því að raða þessum svæðum upp í áhersluröð á Bandaríkjunum. Hvar þeir myndu skipa Ameríkonum, hvar þeir myndu skipa Asíu, hvar þeir myndu skipa Miðausturlöndum og hvar þeir myndu skipa Evrópu. Og við vorum eiginlega komið með Evrópu eiginlega á aftasta vagnin. Evrópa er allavega, hún er kannski Afríka aftar, en Evrópa er aftarlega á merinu nú, það er alveg starri. Herðu, en eigum við kannski aðeins áður við komum að Evrópu, að það er í skýrslunni aukin áhersla á Mið- og Suður-Ameríku, þar sem að ég má vel að segja sér stilt upp svona framleggingu af Monroe-kenningunni og Roosevelt viðbótinni og það sé komið svona Trump viðbótum hvernig Bandaríkin ætla að nota Mið- og Suður-Ameríku sem svona sinn bakgarð gæti maður sagt, sem að þeir ætla að byggja á auðlindum sem að þarna eru og viðskiptum og að sömuleyti er þetta yfirlýsing það að þeir ætla að ýta raunverulega áhrifum Kína út úr Ameríku, telja það að vera óæskilega stöðu að hitt stórveldið sé með svona veigamikla stöðu í Suður-Ameríku sérstaklega. Heldur að þetta muni draga til tíðinda? Já, það er náttúrulega svo Venezuela náttúrulega vill svo til Venezuela á meiri olíuauðlindir eftir nokkuð annar ríki í heiminu, þannig að það er nú eitthvað sem maður velti fyrir sér. Og í skýrslunni þá tala Bandaríkin það þetta engagement við Kína, að stunda viðskipti við Kína, og Kína var hleypt inn í alþjóðaviðskiptastofnunina 2001, fjárfesta í Kína, færa verksmiðjur frá Bandaríkjunum, mikilvæga verksmiðjur frá Bandaríkjunum til Kína, svona outsourcing eins og það er kallað, að þetta hafi verið mistök. Og í fyrri stjórn Trump var byrjað að vinda ofan af þessu. Þeir harma mjög mikið þessa, það sem hefur gerst að það hafa gert Kína að stórveldi og það er Bandaríkin gerðu það, ég meina Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrisjóðurinn stofnaði sjálfur þeir Alþjóðabankin stofnaði sem eru sérfræðingar því að búa til markaðshagkerfi og slíkt. Og þau hjálpuðu til við að breyta Kína í markaðshagkerfi og Alþjóðaviðskiptastofnunin sem Bandaríkin líka lögðu grunn af, þetta hét áður GATT, var líka opnaði allt fyrir Kína. Á þessum tíma þetta gerist að þá fara Kínverjar að halla sér völl meira og meira í Suður-Ameríku. Fjárfesting og mikil viðskipti
og þetta gerist á þeim tíma. Hilmar afsakið, en ég held að eigi við öll löndin í Suður-Ameríku að þau eru með meiri viðskipti við Kína en Bandaríkin. Já, og þetta gerist á þeim tíma þegar Bandaríkin eru uppbyggin í Írak og Afganistan. Það var 20 ára stríð í Afganistan sem kostaði $1 trilljón. Það var 19 ára og 10 mánuðir í maður rétt nákvæmlega. Gríðarlega dýrt stríð, en að Bandaríkin voru algjörlega uppbyggin í þessum heimslutum í Írak og Afganistan sem dýrasta stríð sem Bandaríkin hafa háð, dýrara heldur en Víetnamstríð sem stóð í 19 ára 5 mánuði heldur. Sem var gríðarlega dýrt stríð sem leiddi til dollarinn að tekinn af gullfæti. Það rítast nýst og hann gáti ekki lengur haft dollarinn af gullfæti og taka hann af. Þannig að sem fór í mjög illa með Bandaríkin, Afganistanstríðið fór mjög illa með Bandaríkin og á þessum tíma þá Kína að vaxa svona mikið og fyrir að hasla sér völl í Suður-Ameríku og kannski Bandaríkin kannski ekki verið á vaktinni nægilega mikið og svo núna áttaði sig á því að það sterkt samband með þessu Brasilíu sem þetta stærsta ríkið, milli Brasilíu í BRICS og með Leitó sem ekki hallur undir Bandaríkin og lönd í Suður-Ameríku hafa nýtt sér fjárfestingu frá Kína, viðskipti við Kína og sum segja það ef við fáum bandarísk stjórnvöld í heimsókn þá fáum við fyrirlestur góða efnahagsstjórn og lýðræði og góða stjórnsýslu og mannréttindi. En þegar Kínverjarnir koma þá rísa heilu verksmiðjurnar og mikil viðskipti sem þessi lönd hagnast á. Þannig að það eins og þetta benda á. Ég hef ekki skoðað nýlega, ég held að sé trúlegt að segja að víðast í þessu löndum sé Kína orðið í meiri viðskipti með Bandaríkin. Þannig að Bandaríkin kannski að vakna upp í vondan draum að þarna, við vorum að tala það í síðasta þætti, utan Bandaríkina Kína, Asía mikilvægast og síðan kæmi Miðausturlönd, síðan kæmi kannski Evrópa og Afríka eftir það. En ef þú ert að horfa á Bandaríkin sjálf, og ekki utan Bandaríkina, eða utan Ameríku, þannig að skiptir Ameríka miklu máli og það kannski það sem Bandaríkin að gera núna. Þau vilja forgangsraða ná meiri tökum og þá Venezuela náttúrulega ofarlega á lista, enda á Venezuela miklar auðlindir og mörg stríð snúast náttúrulega eins og við vitum allavega einhverju leyti slíka hluti. Þannig að hvort það verið stríð, það veit ég ekki, en það allavega ljóst að það verða einhver svona átök í Suður-Ameríku. Bandaríkin vilja styrkja sína stöðu í samræmi við mannrakenninguna eins og varst að nefna. Já, hún snerist það að ekkert stórveldi næði fótfestu í Ameríku og Norður- eða Suður-Ameríku. Sérstaklega ekki hernaðarleg. Nei, en þarna kannski verið að túlka viðskiptaleg tengsl ríkjanna við Kína séu eiginlega orðið vandamála. Það sé orðið vandamál fyrir Bandaríkin að það sé annað stórveldi sem er með meiri viðskipti við þessu lönd heldur í Bandaríkin. Roosevelt viðbótin, hún snerist það að Bandaríkin áskildu sér eiginlega rétt til þess að standa í að skipta stjórnvöld í þessu löndum. Og þó alltaf þannig að væri lýðræði fylgdi svo með sögunni þótt að það sé kannski erfitt að samfæra fólkum að það fylgi. En þetta tvennt, þá bætir Trump við að hann vill að með leit að fágætum málmum, nýtingu auðlinda og viðskipti að Mið-Ameríka og Suður-Ameríka verði svona samfléttaðri viðskiptum í Bandaríkjunum. Og það töluvert verk að vinna, þannig að fókus stjórnvalda í Bandaríkjunum mun náttúrulega snúast að einhver leyti að Mið- og Suður-Ameríku næstu árin og áratugina. Bandaríkin vilja verða óháð Kína og stórveldin sem það er að keppa við, sem það er aðalega Kína, í auðlindum, í hlutum og endanlegum vörum. Þeir vilja bara Bandaríkin séu óháð og náttúrulega Kanada, Mexíkó og Bandaríkin eru bara eitt framleiðslunet. Þau voru með NAFTA, fríverslunarsamkomulag og þetta bara eitt framleiðslunet, eitt framleiðslukerfi. Þess vegna var mjög erfitt að setja tolla á Kanada eða Mexíkó því þetta bara, þá eru þeir að refsa sjálfum sér í leiðinni. Þetta bara eitt net og væntanlega vilja Bandaríkin taka Suður-Ameríku svipa. Ameríka verður öll eitthvað net, auðlinda og íhluta því það er mikið sérhæfing og stærðarhagkvæmni sem hefur enginn
einkennt aðalega Austur-Asíu en ég meina það kannski það sem þeir vilja gera og endanlega vörur og náttúrulega ef að þeir vilja tryggja það að þeir hafi þessar hluti frá Suður-Ameríku þá þurfa þeir að tryggja frekari völd og svo náttúrulega ef það eru mikil viðskipti og Kína fyrir að byggja upp hafnaraðstöðu eða koma sér upp hafnaraðstöðu í Suður-Ameríku þá það náttúrulega ákveðin ógn, ég meina okkur var bannað á Íslandi Mike Pence bannaði okkur að byggja eða taka þátt í einhverju byggingu eða framkvæmda höfn á Austfjörðum á Íslandi þannig að það eitthvað sem Bandaríkjamenn er mjög erfitt með að þola ef að það verður að því það auðvelt að breyta höfn sem notað í viðskiptum í flotahöfn fyrir her ef það þarf að halda þannig að ég held að ég held að sem er rétt að Bandaríkin vilja auka áhrif sín eða ná tilbaka aftur og það talað svona rollback, svona að fara að tala í Bandaríkjunum, rollback, það að rúlla tilbaka þessari þróun með Kína. Hægja og hægvexti, reyna að koma í veg fyrir að Bandaríkin fái hátæknivörur, Kína hafi hátæknivörur, reyna að hægja á öllum vexti og umsvifum í Kína sem er bara hluti af stórveldasamkeppni gagnvart Kína. Ég held að sé voðalega erfitt að gera þetta eins og heimurinn í dag, en þetta það sem að margir vilja að gera og þetta byrjaði, það var raunverulega stjórn Trump sem kom til valda, var ekki 2017, hann var kjörinn 2016 í nóvember, í janúar 2017 tekur hann til valda og þá byrjar hann að reyna að draga úr og leggja tolla og draga úr samskiptum við Kína og minnka viðskipti og reyna að hafa áhrif á hvers konar hátæknivörur Kínverjar að fá. Þannig að það eitthvað sem að hann byrjaði á og Biden hélt áfram með það og svo tekur Trump aftur við og vill kannski heldur gefa í. Já, og hann hafði afskipti af kosningunum í Argentínu fyrir skömmu síðan, svo svona millikosningar. Það sem að hann sagði að stuðningur sinn við Argentínu væri bundið því að Milei eða flokkur Milei fengi góða kosningu. Hann að skipta sér af forsetakosningum í Honduras núna, vill að hans maður vill að vera hægt að telja vegna þess að það svo naumt á mununum á milli þess að tveggja efstu og hans maður víst nokkrum atkvæðum fyrir ofan, hann vill að vera hægt að telja. Hann að vinna að valdaskiptum í Venezuela, þannig að það má kannski búast við að við fáum fleiri slíkar fréttir í náinni framtíð, að Bandaríkin séu raunverulega með virka afskipti að pólitík þessar landa vegna þess að það telji að þau eigi að vera með pólitík sem að Bandaríkjamenn geta sett sig við. Já, ég myndi ekki flokka sjálf mig sem mikið sérfræðingi í Suður-Ameríku að vísu, en þetta það sem að maður heyrir og það hefur verið skrifað bók það að hvernig Bandaríkin hafa steypt stóli tugum stjórnvalda í heiminum og sagt frá því hvernig það var gert og Bandaríkin eru stórveldi og stórveldi eru bara þannig að þau vilja ná tökum með einhverjum hætti og stjórnarskipti getur verið hluti af því og Bretland og Bandaríkin skera svo svolítið út. Kínverjar, þeir eru stórveldi, þeir þjarma nágrannaríkjunum en þeir eru ekki að steypa af stóli og hafa ekki afskipti af stjórnháttum. Þeim alveg sama í Tælandi hvort það stjórn sem að stengist hernum eða ekki eða slíkt sko. En Bandaríkin hafa talað mjög mikið það, þau vilji, þetta svona crusader state, þetta svona state sem land sem að útbreiða sko lýðræði og góða siði og mannréttindi og allt sem við talað sko, hvort sem að það aðal ástæðan og þegar þú ert að breiða út lýðræði og mannréttindi og allir þessi ægilega fínu vestrænu gildi að þá eins og aðilar hafi rétt á að gera breytingar í steypa af stóli og þetta líka tengist Úkraínu að losa sig við forseta þar sem var ekki hliðhóllur Bandaríkjum og það bara eins og upptaka bara á netinu þar sem að aðstoðar utanríkisráðherra Bandaríkjanna var ekki það sem var að tala við sendiherra Bandaríkjanna hver ætti að sitja í nýrri ríkisstjórn og það var bara tekið og þannig að þá var bara verið að tala það hver við forsætisráðherra og hvernig stjórnin yrði og það bara því var bara lekið þannig að það ekkert að segja hana að það eitthvað sem gerðist þannig að stórveldi hafa þessu svona og ég meina þessi kemur mér sjálfsagt ekki á óvart en ég meina, þú er spurningin
hversu mikill hluti af þessu er lýðræði og gott stjórnarfar, þegar ég sé ekki betur en þessari skýrslu, ég var að lesa hana, að þá á einu stað eru Bandaríkin að henda þessari hugmyndum að þau get ekki stunda góð samskipti við lönd sem með allt annað stjórnarfari en þau sjálf. Já, þess vegna var ég að leggja áherslu á þetta með þessa breyttu afstöðu eða svona herta afstöðu gagnvart Suður-Ameríku og Mið-Ameríku vegna þess að þeir eru eiginlega kollvarpa fyrri stefnu í Mið-Austurlöndum sem átti orðana hljóðana snúast að það væri að vera að innleiða þarna lýðræði og tengja þessi lönd þar væri svona líkari eins og sagt en þeir segja þarna í kaflanum með Austurlönd að þeir ætla bara að sætta sig við það að þarna eru konungsríki og þeir eru náttúrulega með ráðamenn í Sýrlandi núna í Hvíta húsinu sem að fyrir bara stuttu síðan hefur verið skilgreindir sem íslamskir terroristar. Þannig að þeir eru að segja þar að á þeim heimsluta þá ætla þeir ekkert að skipta sér að því með hvaða hætti þjóðirnar ráða sínum ráðum og ekki vera að reyna að þröngva sínu módeli upp á þau. Það er svolítið tíðindi því. Já, en það er bara, sko Bandaríkin eru bara að hugsa sína hagsmuni, sitt þjóðarauki sína hagsmuni. Ef þú horfir á Persaflóan, þá eru sitt hverju megin við Persaflóan, það er Íran og svo hinum megin er Sádi-Arabía, svo eru Katar að það, þeir gáfu Trump heila jumbo-þotu til þess að hafa hann góðan og það er mjög ríkt land, það er mjög lítið. Það er Bandaríkin með sína stærstu herstöð í flugherr í Miðausturlöndum, í Katar. En sko Bandaríkin geta ekki verið í stríði við Íran og verið að sprengja þar, til dæmis kjarnorkuver eða kjarnorku, það sem Íranir eru að byggja aðstöðu kjarnorku til þess að nýta sem þeir segja friðstæðlegum tilgangi, verið að sprengja það upp og verið líka í deilum við Sádi-Arabíu. Það er bara ekki hægt. Þeir get ekki verið í deilum við báða aðil í einu, því þá eru búin að missa algjörlega sína aðstöðu við Persaflóan. Þannig að sko, og svo líka eru Bandaríkin, ég held að það hefur verið talað að Sádi-Arabía fengi F-35 orrustuþotur sem margir höfðu áhyggjur af því það er töluvert náið samband milli Kína og Sádi-Arabíu. Og það er ekkert langt síðan að Kína leiddi saman Sádi-Arabíu og leiðtoga Sádi-Arabíu og Íran á fundi og þannig að en svo hefur líka Trump haft gott samband við krónprinsinn í Sádi-Arabíu en bara Bandaríkin get ekki upp á Persaflóna það er ekki hægt að vera með átöku bæði þannig að þó að Sádi-Arabíu sé ekki lýðræðisríki á vestrænan mælikvarða og margir deila á Sádi-Arabíu í kringum mannréttindi þá er ekki hægt fyrir Bandaríkin að vera, bara það er ekki pragmatist, þeir tala um að vera hvað er praktist, hvað er raunverulega hægt að gera. Og þetta er hluti af þessari raunsæistefnu að þú getur ekki gert þetta, þannig að verða sagt okkur við það að í landið sem Sádi-Arabíu að þá er krónprins sem er með þess og hann hittir hann og hann er með þessar hugmyndir, hann þarf aðgang af Persaflóanum, hann er tilbúin að selja honum F-35 orrustöðu þó að sé áhætta í því að það lekið í Kína, svo tækni sem þær byggja á, hann er að taka alls konar áhættu af því að þetta þjóðaröryggi hagsmunir Bandaríkjanna og eins og við höfum talað áður, ef að þú ert að tala þjóðaröryggi, þá skiptir ekkert máli eitthvað svona lýðræði eða mannréttindi það eða efnahagsmál, því rík bara til hliðar og þjóðaröryggismálin eru sett efst. Og aðgangur á Persaflóanum er klárlega þjóðaröryggismál fyrir Bandaríkin. Þess vegna eru tilbúnir að láta horfa fram hjá ýmsu í Sádi-Arabíu. Það virðist ekki eiga við Evrópu ef við förum þá yfir í annað svæði. Því að þar er svona gefinn tónn að Bandaríkin menn horfa til tiltekinnar pólitískar þróunar. Annars vegar sé bara í hættu, það er þeir eru talað að fjölþjóðlegar stofnanir eins og Evrópusambandið og fleira drægi úr mætti þjóðríkjanna, drægi úr lýðræðislegri virkni í álfunni og séu bara hreint og veit hætta á siðmenningarlegri útrýmingu vegna stefnu í innflytjendamálum og eiginlega eina ljósið sem að þeir sjá séu uppgangur þjóðirnir sinnaðra flokka sem er þá líklega eins og
AfD í Þýskalandi, Vox á Spáni, Le Pen í Frakklandi, Reform í Bretlandi. Þetta sé ljósið sem að gæti bjargað Evrópu. Ef ekki, að þá eiginlega hættan á því að sum löndin verði eiginlega óþekkjanlega innan 20 ára og þar með ótraustir bandamenn Bandaríkjanna. Þetta náttúrulega kafli sem að margir í Evrópu urðu svolítið hvumsa við. Og þótt að við höfum talað margt í svona sem hefði mátt segja að við hefðum verið eiginlega að tala í áttina því sem að skýrslan myndi enda, þá vorum við ekki að ræða kannski þessa hluti. Nei, sko, náttúrulega Evrópa, sko, þetta er svona, ef við hugsaum að við svo flóttamenn að koma til Evrópu, þá er nú töluvert að því fólki sem hefur komið til Evrópu vegna styrjalda sem Bandaríkjanna hafa háð í Miðausturlöndum. Þannig að sko flóttinn hefur töluvert leyti verið út af því. Og þannig að sko, og svo náttúrulega sko Evrópa sko, það oft talað um social Europe. Hún er svona meira svona velferðarkerfi í mörgum löndum sem ekki allavega ekki í Afríku og minna í Bandaríkjunum og alveg örugglega ekki í Miðausturlöndum og ekki í Asíu. Hvort þú geti verið með opin landamæri og velferðarkerfi. Það er eitthvað sem er spurning. Evrópa er kristin álfa og það er eina ástæðan fyrir því það er hægt að við erum með svona mikinn efnahagssamruna og samruna er það að þetta er álfa sem hefur svipuð gildi. Það talar víst ekki sem er tungumál en hefur svona kristin og gildi. Ef við til dæmis tekur að því ég er núna Asíanlöndin, Tæland, Malasía, Indónesía, Víetnam og þessi lönd eru öll sitt á hvað. Það eru hindúistar, það eru buddistar, það eru það er íslam, það eru kommunistar, þetta er úr öllum, þetta er allt og þess vegna verður samrunin ekki næstu því sem mikill, því þetta eru svo ólíkir hópar og ólík gildi, en það er enginn að eltast við það, en það verður samruna, það verður bara allt öðruvísi. Evrópa hefur verið að fara í gegnum með samruna, þessi sameiginlegi hópur, en núna er að flytjast inn náttúrulega fólk með alls konar ólík trúarbrögð, ólík gildi, ólík viðhorf. Og þá verður álfan ekki eins samstæð og þá verður samrunin erfiðar og sumir aðilar eru ekki hrifnir af Bandaríkjunum. Sumt fólk sem hefur flúið til Evrópu hefur verið að flýja stríð sem Bandaríkjanna hafa háð í þeirra eigin landi. Þannig en svo er líka annað í þessu og það er það að Evrópa er ásamt Bandaríkjunum alltaf að skammast út í fjárfestingu Kína sérstaklega í Afríku og Miðausturlöndum og svona mörgum svo löndum sem eru það sem fólk er að flýja til Evrópu frekar en að leyfa Kína að byggja upp eitthvað í þessum löndum þannig að fólki hafi einhverja möguleika og vilji vera heima hjá sér. Því það er uppbygging, það er hagvöxtur og uppbygging og þá vil fólki vera að búa í Afríkuríkjum eða búa í Miðausturlöndum eða búa einhvers staðar í þessum löndum. En þegar Kína er að reyna að gera þetta, þá er alltaf verið að skammast út í það að það megi ekki taka við fjárfestingu frá Kína. Þannig að sko, þetta er svolítið mótsagnakennt sko, að átökin sem hafa verið aftur staði sem hafa tengst NATO-ríkjum eru hluti af vandanum og líka að vil ekki leyfa efnahagsuppbyggingu í löndum þar sem fólk er að flýja til Evrópu og svo náttúrulega ákveðið vandamál fyrir Evrópu að hún er með opin landamæri og velferðarkerfi, það er ákveðin vandi því að ég veit það sjálfur að ef ég verið að ferðast að fólk sem er að flýja sko Afríku eða Miðausturlönd það kannski kemur til Grikklands eða einhverja hann að landa Ítalíu eða eitthvað en þetta fólk meira með að stefnir norður, stefnir til Þýskaland til Norðurlandana, Hollands. Það er langflesta fólkinu strandar bara í Tyrklandi sem er með samning við Evrópusambandið að hleypa þeim ekki lengra. Þannig að það eru langflesta þessu fólki strandar í flóttamannabúðum í Tyrklandi og kannski í Grikklandi. Já, ég var í Grikklandi fyrir nokkrum árum og hitti þar alls konar fólk sem var hitti bara á förnum vegi og sem hafði farið fótgangandi frá Miðausturlöndum mörg 1000 kílómetra langa leiðir og maður heyrði alveg á þessu fólki að draumunu var að komast í Þýskalands oft eða einhverja svona ríkra landa sem eru velferðarkerfi sem hafa efni á því að veita þeim einhvern rétt. Er ekki fólki fyrst og fremst að reyta löndum þar sem er
er að leita fólki í vinnu. Ekki trúir þú því að fólk sé að leita því að komast bara á sósíalinn eins og ultrahægrið heldur fram. Þetta er náttúrulega langstæðstu leiti fólk sem er bara að leita sér að lífsviðurværi. Já, en ég sjálfur, við búa í landi það sem er bæði góða tekjur, að ég er að vinna, ég er ekki á atvinnuleysisbótum. Ég er að vinna, en ég vil búa í landi þar sem er sko þokkalega háar tekjur, en líka velferðarkerfi og áhættudreifing. Ég meina þessi lönd eins og Þýskaland, sko velferðarkerfi Norðurlandanna kemur frá Þýskalandi, held ég. Og þetta er bara áhættudreifing, þetta er bara tryggingakerfi, áhættutryggingakerfi. Þetta er í löndið, fólk er áhættufælir og það setur upp velferðarkerfi sem er þannig að áhættin er dreifð, þannig að ef að það er veikindi sem myndir kosta alla þínar eigur að þetta borga fyrir það, þá tekur ríkið að sig. Þess vegna er mikilvægt að hafa sem flesta á vinnumarkaði og þess vegna er kannski aldurskurfa þessara landa þannig að flestur eru orðin háði að fá innflytjendur til þess að viðhalda kerfinu. Já, það er alveg fjarri því að ég haldi það allt þetta fólk sem sé að koma, sé fólk sem ekki að fara að vinna. Ég meina Þýskaland er að eldast mjög hratt, Frakkland er að eldast mjög hratt, Norðurlöndin, þau þurfa á fólki að halda. En ef ég væri að koma frá Miðausturlöndum með Afríku, þá myndi ég freka vilja vera í Þýskalandi eða í Svíþjóð heldur en að vera í Grikklandi. Það er ekki að því ég ætla ekki að vinna, það er af því að ég vil hafa öryggisnett. Ég vil vera í landi þar sem er áhættudreifing og þessi lönd, Þýskaland, Holland og Norðurlöndin eru þannig að þau reyna að draga úr áhættu og það er ekki all land þannig. Í Tælandi er ekki öryggisnet til dæmis. Þú er ekki saman, þannig að það er það sem maður vill, það er því ekki að gera að vinna. En varðandi þjóðaröryggisstefnunni í Bandaríkjunum, þá eru þeir með svona yfirlýsingu afskipti af evrópskum stjórnmálum sem er kannski óvanalegt að lesa svona hreint út. Það er eins og við séum að lesa ráðagerðir þeirra að hafa afskipti af stjórnmálum Suður-Ameríku. Því að þeir segja Bandaríkin hvetja pólitíska bandamenn sína í Evrópu, sem er þá ekki, það er ekki allir, það er bara þeirra bandamenn, til að stuðla þessari andlegu endurvakningu sem er eiginlega svona í anda hvítrar kristinnar yfirburðaríkju. Og vaxandi áhrif þjóðinsinnar flokki í Evrópu gefa sannarlega tilefni til mikilla bjartsýni, segja þeir. Þannig það er eins og þeir séu eiginlega að tala umbreytingu í pólitík Evrópu með valdatöku flokka á borð við AfD og Vox og þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og þar fram til göttunum. Já, skyldir flokkar vinna á milli landa. Ég er ekki að afsaka það sem er að segja þarna, en skyldir flokkar, sósíalistaflokkar, hægri flokkar, flokkar sem eru demokrataflokkar og allir þessi flokkar vinna á milli landa, sko, við vitum það alveg. En þetta þjóðaröryggi stefna ríkisins, sko, þetta er ekki stefna repúblikanaflokksins. Nei, en allar republikanar eru náttúrulega við völd, þeir náttúrulega eru bæði með hvíta og svo eru með meirihluta í báðum deildum þingsins ennþá. En það sem vekur eins vera athygli í þessu það, þegar við erum að tala um þessa innflytjendur varðandi Bandaríkin, að Bandaríkin hafa orðið þetta stórveldi sem að þeir eru út af innflytjendur. Þetta er innflytjendasamfélag, þetta er kallað immigrant culture. Ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár, það ægir öllu saman þarna. Tungumáli tengið þá saman, þið tala ensku langflestir og það tengið þá saman og það er ákveðin gildi og þið fara í skóla og alast upp þarna, en það ægir öllu saman og þetta er það sem hefur gert Bandaríki sterk og þess vegna er Bandaríkjum, fólki hefur verið að fjölga, það er taka inn mikið af fólki og þeir hafa líka verið með vísakerfið sem hefur verið að taka við afburðafólki og svo draga þeir inn afburðafólkin í háskólanum hjá sér og margir þeirra verið eftir. Þetta hefur styrkur Bandaríkin að byggst á öflugum háskólum, góður í atvinnu og að draga inn hæfileika fólk alls staðar úr heiminum. Ef að það á að fara að reyna að stoppa þetta af með mikill svona innflytjendafælni, að þá mun Bandaríkjunum hnigna því stórveldi þurfa tvennt til að halda stöðu sinni í heiminum. Númer 1 þurfa mikinn auð, táartekjur, en þau þurfa líka mannafla og ef það fyrir að fækka fólki í Bandaríkjum, þá missa Bandaríkin fyrir stöðu sína
sem stórveldi. Þannig að sko að ná innflytjendum hefur alltaf verið megin styrkur Bandaríkjanna. Auðvitað eru innan og glæpamenn og alls konar fólk sem er að gera hluti sem eru óæskilegir. En megin þorri fólk sem er að koma sem innflytjendur til Bandaríkjanna í gegnum áratugina er fólk sem hefur gert Bandaríkin sterkari en hefðu orðið annars, ekki veikari. Og með Evrópu líka, eins og varst að benda á, landi eins og Þýskaland, ég meina það vantar ungt fólk og það vantar hérna að yngja upp og ná vinnuafli úr öðrum löndum, það sem að til að yngja upp og það atvinnuþátttakan er að minnka því að það er bara þjóðirnar eru eldast og þeim vantar þetta vinnuafl. Þau fengu að vísu sko eins og Þýskaland fékk vinnuafl frá löndum eins og Eystrasaltsríkjunum. Þau ættu í dag að vera 12 milljónir manna, eru bara 6. Og þessi lönd töpuðu mikið af fólki sko til Þýskalands og Hollands og landa sem hefðu borguð hærri tekjur. Og ef við tölum með Úkraínu í dag, að Úkraína frá árinu 1991 til 2021 tapaði Úkraína 11 milljónir manna og það var alveg ungt og best menntaða fólkið, alveg eins og Ísland, Lettland og Litauen sem fóru að vinna í hátekjulöndunum. Þannig að Þýskaland og grætti á þessu til að fá að vinna fyrir því innan. Þarna eru 11 milljónir manna, það fóru ekki til Þýskaland sem margir, einhverju til Pólland sem fóru hingað og þangað. Pólland er með betri tekjur heldur en Úkraína. Þannig að þetta er sko, er ekki til að halda þessu endalaust áfram, þannig að nú vantar að fá annar staðar frá. Þetta var mjög mikill mannauður sem kom og þetta flesta þessu fólki er bara að vinna. Þetta var fólki sem var yngst og það var gerð rannsóknar, þetta var yngst og best menntaða fólki og þetta er sama með Eystrasaltsríkin, þetta var þannig að það fékkst mannauð og það byggðist á því en núna er það að vera búið og það verður ekki gengi mikið lengra í því en þá þarf að koma fólk annar staðar frá og þá er það, ég meina það fór fólk einhverju leyti þarf að koma frá Miðausturlöndum og Afríku líka, þannig að og ég er ekki að segja það að þetta fólk mun alltaf lenda á velferðarkerfinu, ég er bara að segja það að ef að þú getur valið, því að sko þó að það sé sko velferðarkerfi í Þýskalandi, þá eru líka samt hærri tekjur í Þýskalandi heldur en Grikklandi. En ef ég á að velja á milli hvar ég vil búa, þá vil ég frekar búa í landi sem er bæði borga mér hærri kaup og skaffa mér betra öryggi líka. Já, og það á við mörg lönd sem eru með hæsta hlutfall innflytjandi í Evrópu, eins og þetta með Sviss. Þar er gott velferðarkerfi og þar eru, ég held að lágmarkslauni þar séu svona á föstu verðlagi sem hægt er að bera saman á milli landana 50-60% hærri en á Íslandi. Þannig að það eru til... Ísland er mjög hátt núna í dag varðandi laun sko. Já, það er bara Sviss sker sig alveg úr vegna þess að við bara stöndum engan samanburð við Sviss. Nei, Sviss er náttúrulega alveg sérstakt dæmi, sko, en Ísland er langt yfir meðaltali. Eða maður tala svo Liechtenstein sem er bara bankaborg, Sviss, já, sem svo nefnir, Noreg sem er náttúrulega olíuríki. Þessi lönd skera sig svolítið úr, þó tekjur held ég ekkert mikið hærri í Noregi nú heldur en á Íslandi. Ég var að sjá tölu, ég rannsaka þetta, en það er alveg rétt. Það eru lönd sem að skera, náttúrulega í Sviss er bankaborg og það er nú oft deilt það hversu margt sem það gerir sér gott, en alltaf þetta er háþróa land og takk eftir því að þeir eru ekki í Evrópusambandinu og þeir eru með tvíhliða samninga við Evrópusambandinu, þeir eru ekki á skapnaðarsvæðinu. Ekki lengur. En þeir hafa haldið mjög vel á sinni málum, verið vel staðsettir og svo framvegis. Og hafa mjög góðan mann og góða skóla. En finnst þér ekki tíðindi í þessu hvernig ríkisstjórnin í Bandaríkjunum talar pólitíkin í Evrópu? Já, sko, ég hef bara verulegar áhyggjur af Evrópu. Ég er ekkert sett sér sanngjörn skýrsla og ég er ekkert svona kannski sérfræðingur í svona evrópsku samfélagi en ef ég skoða bara leiðtoga Evrópu eins og það sem fer með utanríkis- og öryggismál og svo forseta framkvæmdastjórnarinnar og hvað þau segja og hvað þau eru að gera. Mér líst ekkert á blikuna, bara alls ekki. Og svo náttúrulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er ekki lýðræðislega kjörinna fólk að íbúum Evrópu og
og mikið bákn og held ég að mörguleyti óhagkvæmt og alveg örugglega ekki lausnarleg við spillingu. Þannig að ég ekkert voðalega hrifinn af þessu kerfi og svo tekur efnahagsstefnuna, þá talað 3% hámarka í ríkisfjármálum sem má fara fram yfir 3% verklegar framleiðslu. Tímabundið. Og svo ef þú ert evrusvæðinu þá með fastgengistefnu. Það voðalega lítið sveigjanleiki í efnahagsmálum. Og það hentar sumum ríkjum, kannski það hentar gæti henta eða hentaði löndum eins og Þýskalandi til dæmis. En það hentar ekki löndum eins og sem eru svona nýmarkaðsríki, eins og Eystrasaltsríkin sem eru miklu fátækari og þurfa sveigjanlegri efnahagsstefnu heldur en þessu. Þannig að efnahagsstefnan, hún getur orðið spennitreyja fyrir lönd sem að þurfa meiri sveigjanleika, sem ekki eins langt komin í þróun, þurfa að geta verið með meiri halla í ríkisfjármálum og þurfa að geta haft svona meiri sveigjanleika eins og Ísland. Ég tel að Ísland sé þannig, við erum með hagkerfi sem sveiflukennst, byggir á fáum stoðum og við höfum verið með mjög sveigjanlegt efnahagskerfi bæði í ríkisfjármálum og gengismálum. Það margum illa við krónuna. Ég líti á þetta sem hagstjórnartæki, gengi, það sé hagstjórnartæki en það sé ekki einhvern sérstakt markmið í sjálfu sér að halda verðgildi gjaldmiðilsins og föstu, heldur þetta hagstjórnartæki til að bregðast við áföllum og stýra í gegnum ólgusjó og það meiri hjá okkur því við erum bara með færri stoðir. En eins og segi þessi efnahagsstefna, hún hentar ekki öllum og mér finnst Evrópusambandið í öryggismálum vera algjörum villigötum og hvernig það var haldið á Úkraínustríðinu finnst mér bara sorglegt, sérstaklega fyrir Úkraínu. Ég ekki að kenna Evrópu þetta því að þegar samt sem það varða þannig, eins og við talaðum að þegar að var að tala um Úkraínu færi inn í NATO, þá var það George W. Bush sem keyrði þetta í gegn, forseti Bandaríkjanna sem var þá. Og þetta hefur sennilega verið í lok kjörtímabils í sjáunum. En Eistland, Lettland og Litáen og Pólland börðust fyrir þessu. Og svo þegar að Angela Merkel var einlega að tala um það þegar hún vildi semja við Rússland 2021, þá börðust Pólland, Eistland, Lettland og Litáen alveg gegn því og það var ekki hægt að semja við Rússland. Og svo núna talaðu að þau vilja semja við Rússland, en Rússland vil ekki semja. Mér finnst þetta allt voðalega mótsagnakennt, mér finnst þetta ekki vera bara í nógu góðu lagi hvernig haldið á málum þarna. Þannig að ég samt sem áður ekkert að móti Evrópusamrunanum, minna sameiginlegi markaðurinn ekkert, hún hefur hugmynd sem hefur ákveðna galla, en hún ekki slæm, minna sameiginlegi markaðurinn, frjálsflutningur, vinnuafls, vöru, þjónustu og fjármagns, hún hefur ákveðna kosti að fjármagn getur flutt á milli landa og vörum, þá getur við fara að nota stærðarhagkvæmni. Ef þetta einn markaður, 450 milljónir manna og það opin landamæri fyrir vöru og þjónustu, þá getur við fara að nýta stærðarhagkvæmni miklu betur heldur en þetta verður allt saman þjóðríki með landamæri. Þá getur við látið flæða vörum, þá getur við fara að framleiða, miklu auðveldara að framleiða vöru í mörgum löndum og við erum með miklu meiri sérhæfingu og miklu meiri stærðarhagkvæmni eins og Asía hefur gert og fengið mikinn hagvöxt. Þannig að sameiginlegi markaðurinn, ég alveg inn á honum. Svo spurningin með hversu rangt þú vilt ganga í öðrum málum og það álitað efni. En mér finnst efnastjórnin, fastgengistefnan ekki hafa skilað miklu og það eitt af því sem skýrslan bendir á þessi dauð, hversu Evrópa hefur dregist aftur úr og það hversu lítill hagvöxtur og það eiginlega engin uppgangur í Evrópu í efnahagsmálum, eiginlega engin hagvöxtur. Bandaríkin standa mun skáp. Að vísu getum við ekki búist til því að Evrópa eða Norður-Ameríka vaxi eins hratt eins og Vietnam eða eitthvað slíkland sem núna með mikinn hagvöxt af því að Evrópa bara komið það hátt. Þetta bara svona nemandi sem búin að fá 8 í lokaengur og 8, hann fer ekkert mjög yfir 10 ef þú ert á þeim skala. Eitthvað sem með 3 eða 4 getur við meira svigrúm til að bæta sig og náttúrulega löndur sem Vietnam ennþá ekkert mjög ríkt land, miðtekjuland, en gríðarlegur hagvöxtur. En bara ef þú tekur Evrópusambandið þá þetta bara dautt og þá spurningin að hversu miklu leyti ef það einhver leyti sem þetta stafar af því þessari svakalega spennutreyju bæði í ríkisfjármálum og í gengismálum. Og ég held að þetta
sko þegar þessi umræða fer fram á Íslandi sem ef við það var með að tala krónuna og hvernig hún sé ægilega slæm að hún hefur mist verðgildi sitt en ef þú skoðar íslenskan með verga landsframleiðslu að meðaltali á föstu verðlagi bara í erlendri gjaldeyri það stöndum við bara mjög vel og sérstaklega ljósa þess að við erum lítil og getum ekki nýtt starfhagkvæmni og svo erum við langt í burtu frá meginlandinu og frá Norður-Ameríku og Asíu þannig að það ákveðin óhagkvæmni í því að því líka því við erum svo lítið land. Það má heldur ekki gleymast að Ísland, að þótt að krónan hafi tapað verðgildi sínu hér á árum áður, að þá hefur raunverulega haldið ágætlega verðgildi sínu undanfarið 15 ára eða svo. Herðu, en eitt svona sýn Bandaríkjanna á þróun Evrópu, með telja að eins og bara allar fjölþjóðlegar stofnanir, að þá Trump-stjórnin ekki hrifin af Evrópusambandinu. En það sem er kannski stærstu tíðindin í þetta eiginlega að Bandaríkin ætla út úr Úkraínustríðinu, telja að vera mikilvægt fyrir sig að semja einhvers konar frið við Rússa, að draga þá aftur inn í alþjóða viðskiptakerfið, segja samskipti Evrópu við Rússa sé eitthvað sem Evrópumenn verður bara að finna út úr, að ég meina Rússland þarna og þeir verður einhvern veginn að læra að lifa með því, en þeir ætla að draga sig út úr Úkraínustríðinu og yfirlýsingar sem hafa komið á eftir eru eiginlega í takt við það líka, þannig að þetta kemur þig kannski ekki óvart heldur? Nei, ég hef sagt það þessu þáttum og við erum að tala saman oft að það bara staðsig, fyrir Bandaríkin skiptir Rússland til einhvern tíma miklu meira máli heldur en Úkraína. Og Bandaríkin ekkert góðgerða fyrirtæki eða góðgerða stofnun. Þetta land sem Trump, þegar það kemur fram sem getur aftur og aftur, horfa á hagsmuni Bandaríkjanna og þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Er það ekki rétt? Það kemur mjög sterkt fram. Og auðvitað finnst manni hörmulegt hvað hefur gert í Úkraínu. Stríðið ólögleg og við fordæmum þessa innrás. Það ekki vafa á því, en hún var ekki tilefnislaus því að það var þessi útfærsla NATO sem núna búið að draga tilbaka sem þátt í því að sífellt vaxandi spennu við Rússland. Það nú sagt í skýrslunni, það sagt í þessari stefnu að það sé ástæðan fyrir átökunum og það sem þeir vilja slökkva og það mun útþensla, ég held að það sé orðalagi sem þeir nota, NATO, hún hætt. Já, og það það sem að Trump hefur sagt þetta, fyrir löngu síðan og fengið bátt fyrir. Hann hefur ekki bátt fyrir að segja þetta. Ég vil að sín eigin þeim sem í kringum hann ráðherrarnir sem reyndar eru bara ráðgjafar af sér. Þeir hafa það sumir Marco Rubio alltaf þennan skoðunar heldur við varaforsetinn D.D. Vance. D.D. Vance og Trump eru þessara skoðunar að þessi hafi verið mjög óráðlegt að stækka NATO og svona mikið og það einhvern tíðan myndi sjóðu og Úkraína land sem á töluvert mikið auðlindum og merkilegt land og land sem átti að vera gríðarlega mikla möguleika þegar það var sjálfstætt 1991 með staðsetningu yfirburða landi í landbúnaði, sennilega besta landbúnaðarland í Evrópu, á talsvert mikið auðlindum, átti góðan mannauð, vel þróaðan innan, skuldaði lítið þegar það var sjálfstætt. Það stóð mörg lítið mun betur en Pólland. Pólland núna með margfalt hærri verglandsframleiðslumann. Verglandsframleiðsla hún á 30 árum hún minnkaði að 30 árum í Úkraínu áður en stríðið hófst 2022 á meðan í Pólland, ég held að við þrefaldast í Póllandi, en þó samt Pólland svona svipað land, það stórt við svona 40 milljónir manna tæplega og svipað menningu og svipað mannauð, þannig að Úkraína átti meiri auðlindir, Úkraína helmingi stærri landfræðilega, var með 50 milljónir, nátti gríðarlega mikla möguleika og þannig að það alveg hörmu og staðsetning Úkraínu mitt á milli Rússlands og Evrópu og bara brú milli raunverulega brú til Rússlands og til Asíu gegnum Evrópu. Úkraína átti alveg gríðarlega mikla möguleika. En það náttúrulega var spilling og einhverju ólíkara sem náðu þarna öllum tökum og þegar ég var að fara að sámara almenningur hafði það mörguleiti mjög skít og við sjáum það núna þegar stríðið og Zelenski að biðja meiri peninga og meiri vopn að þá staðan þannig að þegar
spillingastofnuninni fer heim til sumra ráðamanna, ráðherra og æðstu manna, þá detta þeir seðlapunkt og það eru alls konar klósett sem í einhverju gulli og eitthvað svona gullskreitingar og ég veit ekki hvað. Þarna aftur skilur, þetta ekki verið að hugsa almenning. Það komið vetur í Úkraínu, það fólki getur ekki hita húsi sín margir, það getur ekki lýst heimili sín. Og svo þegar farið heim til þessara aðila að þá eru plastbókarnir fullir af peningum og seðlapunktin út allt. Þannig að þetta lofar ekki góðu. Varðandi Rússland, þá þetta ekkert mjög ólítið sem að gerðist þegar Richard Nixon og Henry Kissinger fóru til Kína, þeir ákváðu það of erfitt fyrir Bandaríkin að vera í stórsamkeppni við Sovétríkin og vera líka með Kína svona óvinsamlegt í garð Bandaríkjanna og þá lokuðu þeir sendiráðin í Tævan og opnuðu sendiráð í Peking og opnuðu samskipti við Kína sem var kommunistríki. Þetta var á sama tíma að Víetnamstríðið var í gangi. Og þá var Víetnamstríðið sem nokkra milljónir manna dóu fyrir einhvern misskilning. McNamara, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði að Víetnamstríðið hefði bara verið misskilningur vegna þess að Bandaríkjamenn skildi ekki Víetnam. En þá var Víetnamstríðið og það var í gangi út af svo kallari dónarkenningu. Víetnam verið kommunistríki, þá verður öll Asía, Tæland og Malasía og þetta var allt verið kommunistríki, allt saman og ég vil Ástralía líka og Nýja-Sjálandi, þetta með allt falla undir kommunisma. Nú Víetnam sigraði stríðið Bandaríkin 75, það var og var kommunistríki og kommunistríki, nokkuð markaðsaðgerði og það hefur ekki verið nein dómínukenning, til dæmis las ég núna Tæland er ekkert kommunistríki. En allavega ég að segja það að þeir sjá það núna, núna þurfa þeir að breyta og Bandaríkin í stórsamkeppni og ef þeir eru að hugsa sig í eiginhagsmuni, þá þurfa þeir að ná betri samskipti við Rússland því það erfitt fyrir þá að vera í stríði við Kína sem í þessu mikla vexti og svo líka Rússland og svo eru Rússland og Kína að safna að sér alls konar löndum eins og Brasilíu og Suður-Ameríku og alls konar löndum, mörgum löndum í Argentínu og þetta hætti Argentína við að fara inn í BRICS. En allavega Brasilía er í BRICS og mörg önnur lönd sem að fylgja Rússland og Kína og ég held að þeir í Washington bara áttu sig að þetta bara gengur ekki. Nei. Og þeir segja að við ætlum ekki að vera að skipta okkur á stjórnarfari og við ætlum að ná betri samskipti við Rússland. Ég veit að það verður erfitt fyrir Evrópu að kyngja svona eðlilegu samskipti við Rússland, en þetta bara eitthvað sem að fara að gerast. Og það ekki vafa á því hversu reiður þú ert út í Rússland og hversu þú fordæmir Rússland fyrir það sem hafa gert við Úkraínu, að ef þú ert að horfa á stórveldasamkeppni, þá skiptir Rússland meira máli fyrir Bandaríkin heldur en Úkraína. Það bara þannig, í miður. En þarna Evrópa ganga í gegnum kannski meiri breytingar heldur en hafa verið frá stríði að Bandaríkjamenn að draga sig út úr áherslum sínum í Evrópu og þeir draga sig líka út úr stríðinu í Úkraínu, skilja það eiginlega eftir. Þú bentir á að sömuleyti mætti rekja þetta til Bush yngri, hans stefnu sem að hann barði í gegn í NATO. Og skilja Evrópu eftir með kaldari samskipti við Rússland heldur en hefur verið síðan Guð má vita hvenær, bara fyrir Pétur Mikla líklega. En þetta náttúrulega situr Evrópu svona í ótrúlegt klandur að þeir þurfa í kvelli að finna nýja grunn undir svona öryggisstefnu sína. Þeir þurfa að finna nýja pólitík sem að hentar breyttri heimsmynd. Þeir þurfa að finna ný samskipti við Rússland. Þeir þurfa að leysa Úkraínustríð. Ég meina, þeir hittust nú þarna í dag. Zelenski fór í Downingstræti 10 og hitti þar leiðtoga Bretlands, Þýskalands og Frakklands. Mér finnst þeir vera hálfur ráðalausir kallandir. Já, hvað að gera? Getur þú þetta ég ekki vita hvað það þeir geta gert þarna í Downingstræti, þarna kanslari Þýskalands, Bretlands og forseti Frakklands. Hvað að gera? Ég sé ekki þeir hafi neinspil á hendi og Trump Zelenski hefur alltaf haldið því fram að Trump hafi einhver spil á hendi og þar að meðal hefur hann tekið Trump afsíðis til að segja honum frá því að Putin sé hræddur við það. Og svona þetta bara þessi umræða í Evrópu, maður skilur þetta ekki.
maður botnar ekkert í þessu. Sko, núna er við að tala um að semja og þeir tala um að semja vopnahlé í staðinn fyrir að semja hafa friðarsamning og vil ekki samþykkja neitt sem að Bandaríkin koma með. Og Trump, hann lítur ekki, hann allavega, hann kannski ekki, hann er nánast fyrirlítur þessa aðila. Og þú sér hvernig þegar Trump hitti Zelensky að eftir hálftíma eru byrjar að öskra hver og annan. Og þannig að þetta er ekki gæfulegt og Zelensky og Trump er að gagnrýna Zelensky, ég las í fréttum að hafi ekki skrifað undir samkomulagsdrög sem Bandaríkin vilja koma í gegn þó að Rússarnir séu ekki sammála því. Þannig að auðvitað verður Úkraína sjálf að ráða því hvað lengi hún berst. Og það er alveg ótrúlegt að Úkraína hefur sýnt mikla þrautsegju í þessu stríði. Ég kíkti á það hvað hefði verið aðstóðin við Úkraínu, bæði hernaðarleg og líka náttúrulega hefur Úkraína þurft á því að halda bara að fá aðstóð til þess að halda ríkinu gangandi. Og það eru kannski frá síðastliðið vor að þá var, hvað er ekki 3 ár liðin á þessu stríði. Og þá hefði þetta verið það verið 4 ár núna næsta vor, en ég tók bara töluna sem var frá því í vor, að þetta hefði verið í 3 ár, að þá er þetta svona 16.000 milljarðar íslenska króna á ári sem að þarf til þess að halda þessu. Og 20.000 milljardarnir eru þessi sjóður sem að Rússarnir eiga í Belgíu, þannig hann myndi bara klárast á einu ári líka. Bandaríkin ætla ekki... Hann er 200 milljarðar, eða ekki? Já, hann er 20.000 milljarðar íslenskara, svona cirka. Já, og þannig að Bandaríkin ætla ekki að leggja til krónu meira og þá fór ég að velta fyrir mér sko ef að við ætlum að gera þetta bara með því að leggja skatta á Evrópumenn að þá er þetta svona 12.000 krónur á mánuði á hvernig íbúa í Evrópu til þess að viðhalda þessu stríði og þeirri aðstoð sem hefur verið og ég held að sé bara það er bara enga líkur á því og engin leið til þess að Evrópa geti stutt Úkraínu í stríði og haldið Úkraínu gangandi án aðstoðar Bandaríkjanna. Þegar Bandaríkin er búin að fara út. Já, og svo er bara, sko, málið það Evrópa, það er líka verið talað um það Evrópa að taka sameiginlegt lán fyrir alla Evrópu, Evrópusambandi sé að taka lán og það er alveg mjög ómissælt. Ég held að það er aldrei samþykkt, sko. Heldur að það er samþykkt? Já. Sérðu það fyrir þér að það er samþykkt í öllum ríkjum Evrópusambandsins? Ég sé það bara ekki. Nei, ég held það ekki og það var líka talað um að Seðlabanki Evrópu kemur einhvern veginn inn í þetta mál að veita tryggingu ef að peningarnir eru teknir af Rússlandi. Seðlabanki Evrópu vildi ekki koma nálægt þessu eftir því mér heyrðist frá Seðlabankastjóranum þar. En það er ástæðan fyrir því það er alltaf verið að mæna á þessa peninga í Belgíu er það einmitt sem þú ert að segja að Evrópa hefur ekki svigrúmið til þess. Ég meina það er svo slæmt ástand í Frakklandi að það bara það sem er kallað á ensku social unrest, það er bara mikil félagsleg ókyrrð og pólitísk ókyrrð. Og Ítalía stendur mjög illa, þetta er þessi stórlönd, Bretland stendur mjög illa. Og ef þú tekur Þýskaland, Frakkland, Bretland, stjórnvöldur eru ofboðslega óvinsæl í öllum þessu löndum. Leiðtogarnir eru ofboðslega óvinsælir. Og það er ekkert svigrúm til þess að gera mikið eða yfirleitt nokkuð skapaða hlut og þannig að ég meina og svo þetta tala um Úkraína náttúrulega mér var sagt að það myndi kosta 100 milljarða dollara sem er eitthvað 12.000 milljarðar í króna ekki, til að reka bara grunnþjónustu ríkisins í Úkraínu. Og þá erum við ekki að tala um uppbyggingu sem þarf að fara fram í landinu, sem er búið að rústa innviðum í landinu og orku innviðum og öðrum innviðum í landinu og svo framvegis. Þannig að sko Evrópa ræður ekki við. Eina landið sem geti ráðið við einhverja svona stærðir væri Kína. En ég er ekki farin að sjá það að Bandaríkin og Evrópa vilji fara að hleypa Kínverjum þarna inn. En það er landið sem að gæti haft getu til að byggja þetta upp ef það væri einhvern land í heimi sem geti gert það. En þá ertu komin í það að það er allstaðar eins og svo þegar Kína var að reyna að fjárfesta í Evrópu, Ungverjaland var að reyna að vinna með Kína og fleiri lönd, Pólland og fleiri voru að vinna með Kína.
það fikk alls það mjög neikvæðar undirtektir í Bandaríkjunum, þannig að og þeir voru byrjað með svo kallar 17+1 fjárfestingaprógram sem að Bandaríkin voru alltaf að skammast út í og Íslandsstríkin drógu sig út úr því vegna þess að það vildi ekki, vegna þess að Bandaríkin vildi ekki að Evrópa var eitthvað. Það væri kannski leið, en ég meina það leið sem að væntanlega ófær, nema kannski að Trump sé tilbúin að gera það, ég efast það, en allavega þetta eins og þetta segja, þetta mjög erfitt að ráða við þetta og við höfum líka athuga það að nýju Evrópusambandsríki sem hafa komið inn, öll sömum, þeim finnst öllum, eftir að það hafi verið í Evrópusambandinu í sömu meira en 30 ár, að þau hafi ekki fengið nægilega mikla fjárfestingu, ekki fengið nægilega mikið stuðning til að byggja upp sína innviði á þessum tíma. Og hver líkur þess að þú tekur land sem 60.000 ferkílómetrar og meira og minna allt í rúst. Og hvað verður eftir þessu landi þegar rússar eru búnir þegar verið samið frí? Að Evrópusambandið fara að byggja þetta upp nema einhverjum alveg gríðarlega löngum tímabili, það sé ég ekki. Og það engin stemning fyrir sameiginlegum lánum og ég held að taka að gjaldeyrisvarasjóðinn, það myndi bara hafa ýmsar afleiðingar. Ég meina Rússarnir myndu grípa til afleiðingar, hefndaraðgerð á móti, eignir sem Vesturlönd eiga með einhverjum hætti í Rússlandi eða eitthvað, taka það allt. En auðvitað verðum að sjá hvað gerist. Allavega þetta við staðið mjög mikið í Belgum og Seðlabanki í Evrópu hefur tekið illa í þetta, en þetta alltaf verið að tala þetta aftur og aftur og það var líka, þetta heldur ekki svo miklu peningar, þetta kannski $200 milljarðar, það dugar voðalega skam. Það náttúrulega margbúið að eyða þeim aftur og aftur. Það búið að eyða þeim í svona plönum það að styðja þá hernaðlega, búið að eyða þeim í plönum að styðja það að halda upp í grunnkerfunum, það búið að eyða þeim með því að kaupa þotur bæði af Svíum og Frökkum, þannig að margbúið að eyða þessum peningum í huganum aftur og aftur, en líklega verður kannski aldrei eitt, því að Evrópa getur náttúrulega ekki horfst í augu við það að hver ætti að borga ef ekki verið að taka þessar rússnesku peninga, sem eru kannski bara rekstur á Úkraínu í stríði í 1 ár max. Já, það allavega engin endanleg lausn á þessu, en ég meina, það eins og að benda á, Trump vill draga Bandaríkin út úr þessu. Hann orðinn hundleiður á þessu, hann vissi stjórn á sér í Hvíta húsinu þegar hann að tala við Zelenský að reiði, því hann vill losna við þetta mál. Það önnur mál sem hann vill vera með. Honum finnst að þetta sé sumuleyti öðrum að kenna, forvera sínum og löndum í Evrópu að hafa ekki stoppað þessa hugmynda NATO aðild og hafa ekki náð að þróa betri samskipti við Rússland. Málið bara það. Rússland verður að táfa. Þetta eru 145 milljónir og þeir verða að táfa. Og það þýðir ekkert að tala eins og Kaja Kallas sem að brjóta Rússland upp í ykkur margar litlar einingar. Það þýðir ekkert að fara að eyða eins og maður hefði með Íslandsvirkjunum ef það kemur að eyða þessu bara. Það þýðir ekkert að tala þetta. Þetta Rússland þarna og það verður þarna og það verður að finna einhverja lausn á þessum málum, aðra heldur en að þurrka Rússland út eða brjóta upp í smáríki eða færa löndin sem eiga landamæri í Rússland eitthvað annað sem gerir það heldur ekki. Þannig að það verður ekki, það alveg sama hversu mikið þú hatar Rússa, að það verður bara að finna lausn á þessu máli og hún verður ekki, og það þetta sem Evrópa í algjörri afneitun. Það var ekkert að semja við Rússland, það ekkert að treysta neinu samningum, það mátti ekki tala við Pútín fyrir stríð, núna hann skammaður fyrir að vilja ekki semja og svo skilur við svo á einhvern veginn að svo á að taka Pútín til hag og yfirherra hann inn í fangelsi. Þetta allt saman tómt rugl og það ekki skrítið þó að Trump vilji bara draga sig út úr þessu. Hann búin að reyna að gera málamiðlanir og ég ekkert að segja að Bandaríkin hafi verið þú flinki að gera þessar málamiðlanir eða þeir séu neitt góðar og ég skil vel Úkraínu að þeim lítist illa á það sem verður að leggja til á Evrópu. En hvað ætlar þessi lönd að gera, hvað ætlar Úkraína að gera? Og Evrópa, ef Bandaríkin bara skella í lás og segja við erum búin að reyna aftur og aftur, þetta gengur ekki, þetta getur bara áttið. Evrópa þarf að finna nýja stefnu gagnvart Úkraínu, nýja stefnu gagnvart Rússlandi, nýja stefnu fyrir álfuna í breyttum heimi, en líklega engin pólitísk forusta
til þess að móta þá stefnu og þá mun kannski koma í ljós að þegar að Bandaríkin hafa dregið sig tilbaka sem svona sterki aðilinn í álfunni í gegnum NATO og viðveru sína þar og að sumleiti hafa Evrópulöndi bara tekið upp utanríkisstefnu Bandaríkjanna að þegar að Evrópa þarf að móta sína stefnu sjálf að þá kemur kannski ljós áhrifin af því þegar Bandaríkin fara úr álfunni að þarna verður bara hver hendin upp á móti annari. Þetta eru lönd sem eru kannski ekki vön því að finna einhverja sameiginlega stöðu eða stefnu og kannski ekkit gefið að þeim sé það fært að það sé svo ólíkir hagsmunir í mörgum af þessum málum milli Norður-Evrópu og Suður-Evrópu, það eru ólík svona efnahagsleg staða, það eru ólíkt öryggismat á milli Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu, það eru mjög mikli flokkadrættir inn í NATO, það eru Norrænu-löndin og Eystrasaltslöndin og kannski með Bretlandi og Hollandi sem hafa svona sérstaka afstöðu sem að löndin í suðri hafa engan sérstakan áhuga á, þannig að þó svo að Evrópa standi á þessu tímamótum sem að kalli á því að það verði mótu stefna sem að henta breyttum tíma að þá eru kannski ekki svo mikla líkur á því að bara stjórnmála umhverfi í Evrópu geti búið til slíka stefnu. Nei og það það sem við höfum séð bæði fyrir og seinni heimsstyrjöldina þegar þessi lönd þegar tömum er sleppt að þá fara þau að keppa sín á milli og Þýskalandi þegar fyrir að lýsa því yfir að þeir ætla að vera með stærri og sterkari her heldur en hinn löndin og Frakkland segist vera með sterkasta herinn og Bretland þarf að byggja upp sinn her og þessi lönd fara að keppa innbyrðis og það er og náttúrulega þetta eru 27 þjóðríki, vísu eru mörg þessi lönd rík og allt þetta og þau eru að mörguleiti, þetta eru allt saman merkileg lönd og menningarlönd og hafa ákveðna getu og Þýskalandi mikið innríki og alla vega en þau eru vön að hafa Bandaríkin þegar kemur öryggismálum og það er búið að standa núna alveg frá 1949 frá því að NATO var stofnað og það er mjög erfitt að breyta því á skömmum tíma þannig að og ég held að Evrópulönd átti sjálf að því að þau þurfa Bandaríkjunum að halda. En það er svo furðulegt að þau neita öllu sem Bandaríkin koma með og svo vilja þau að ef að Rússland fellst ekki á þeirra hugsun að bara vopnahlé án skilyrða á þessi sami friðarsamningur með öllu sem þarf að vera með að þá á að hefna sín í Rússlandi og þá er það Bandaríkin sem er að gera það með því að setja á tolla á Indland og Kína og eða koma meira vopnum eða koma með þetta þá er það Bandaríkin sem er að reyna að semja sem eiga að refsa Rússlandi þannig að þetta er voðalega mótsamkennd mér líst ekkert á blikuna svo þegar þú sér leiðtoga Evrópusambandsins hvernig þeir tala að þá er engin raunverulega friðarvilji þarna þetta er svona meira að reyna að þrauka halda stríðinu áfram og vona að hlutinni snúist við allt í einu og Úkraína fara að sækja fram og vinna eitthvað svoleiðis. Ég skilji það ekki, en allavega ef að Bandaríkin hverfa alveg að leikvelli, ég veit ekki hvað maður þarf að gera. Nei. Herðu, Hilmar, þetta er miklir óvissu tímar. Ég veit ekki hvort það komi ykkur svona fréttir á næstu dögum. Það er kannski ekkert líklegt. Við höfum oft endað okkar samtal á því að það er langt líklegast að stríði Úkraínu haldi bara áfram. Og kannski svona raunveruleikin það að vonin að Bandaríkjamenn muni þröngva Rússa til þess að gefast upp mannakvort á bara með þrýstingi frá Indlandi og Kína eða eitthvað slíkt. Það er ekki raunverulegt með við þessa þjóðaröryggisstefnu. Þannig að Evrópa kannski muni taka nokkra viku fyrir Evrópu að láta það svona seikla inn eins og stundu gerist. Þessi breytti tími og það kannski heyrir við svona annað hljóð þegar að vera vikurnar fara að líða sem gæti gerst með þeim hætti að við fáum verri fréttir af vígvellinum sem eru náttúrulega þær að stríðið heldur bara áfram. Já, ég held að sé ekki reynir friðarsamningar í kortunum nema eins og þú segir að það verði einhverja róttæka breytingar á vígvellinu sem að því það Úkraína og Evrópa fara að hugsa þeirvísi. Já, herðu. Kæra þakkir, við erum búin að mála svo dimma mynd af Evrópu að þú veit kannski hættu við að koma aftur að vera bara í Asíu. Já, ég kann mjög vel í Asíu og líka því að verðlagið er miklu lægra heldur
heldur en í Evrópu líka betra veðurfar. Þannig að ég sé að koma, ég þarf að fara að kenna í janúar, þannig að ég verð eiginlega að koma hérna. Herðu, en takk fyrir í bili, við heyrum svo síðar, ná alltaf að fréttunum sem að fóðra samtölun okkar. Kæra þakkir. Takk fyrir þetta. Takk. Já, herðu, þetta eru lokin spjallinu við Hilmar Þór, en ég ætla að halda áfram að ræða þessi mála því að þetta náttúrulega, þessi þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna stórmerkilegt og þetta Hilmar hafi verið að segja að þetta kannski ekki að koma hlustatum okkar hérna á samstöðunni svo mikið óvart. En hérna í gær þá kom góði gesti til mín, Albert Jónsson sem var nú lengi ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og síðan sendiherra bæði í Washington og Moskvu og Guðlaugur Þór Þórðarson sem var utanríkisráðherra. Þetta eru báðir ákveðnir svona NATO-menn og það náttúrulega þeir kannski sem að frekar en flestir aðrir að velta fyrir sér svolítið breyttri stöðu að þetta er önnur staða inn í NATO en var áður og kannski önnur staða fyrir Íslendinga hvort að varnarsamningurinn haldi og fleira. Þannig að mér fannst áhugavert í gær að fá 2 slíka menn til þess að ræða þjóðaröryggisstefnuna og af því að við Hilmar vorum að ræða þetta og ég til þetta að vera merkilegt mál og þá ætla ég að fá að endurspila þetta viðtal hérna í lok þáttarins. Það er sem sagt viðtal mitt við Albert Jónsson, sendiherra og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmann og fyrrverandi utanríkisráðherra þjóðaröryggisstefnu ríkisstjórnar Donald Trump. Við skulum heyra það. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is